eða verki 30 stiga tap cirka í lokaleik, hvað getur sagt þennan leik? Þetta var ekki nóg gott og þetta er bara hundleiðilegt að skilja við þessa frábæra áhorfendur þannig að við getum ekki gefið þeim einn almennilegan leik, en þetta hefur svolítið verið aðalsmerki okkar í vetur að þegar við töpum þá gerum við það bara almennilega og því miður það bara hvað sem var að tala um hvað fór úrskeiðis, við hittum ekki úr neinu og svo bara mistum við trúna og fórum að pyrra okkur á einhverju allt öðru eldur en því sem við áttum að vera að hugsa heldur bara dómurunum og leikmönnunum í grænum fötunum og í staðinn fyrir einbeitingu hvað við getum gert betur. Var eitthvað óvænt í þeirra leik sem að gerist í þessu leik? Nei, þeir mættu rosalega aggressífir til leiks og þeir bara gengu á lagi líka þegar við hittum ekki neitt og lokuðu á það sem hafi verið að virka fyrir okkur í þessum leikjum. Drungilas auðvitað frábær leikmaður og þetta styrkir þeirra róteringu og við vorum svo sem búin að undirbúa okkur fyrir hans leik en hann kemur bara inn og stendur sér frábærlega og allt þorlasamna lið og bara allt hrós til þeirra. Kostaði aðeins inn á að við vorum að pyrra okkur á dómurum og öðru, ef þegar horfir, við sjáum alveg að þetta er stórt tap, en er eitthvað sem hefði getað breytt einhverju þar, einhverju dómar? Nei, alls ekki. Ekki 30 stiga tap, bara alls ekki. Ég er svo sem talað um það áður í vetur, mér finnst svona, alls ekki að tala um þennan leik, mér finnst oft, það er oft barið mikið á stórumönnunum okkar og svo verið að dæma og alls konar svona, það sem að kalla bara svona klapp, svona léttar villur svona fyrir utan þriggja og þetta er kannski maður hefur bara svona bent á hvernig þróun leiksins er og ég er svona held kannski bara áfram að tala um þetta svona fallega í eyru dómarana en þetta er ekkert sem hefði breytt neinu hér í dag. Þeir mættu bara miklu meira tilbúnir og spennustigið okkar var ekki rétt. Ég langar aðeins að spyrja út í þetta í Þorlákshafnarliði. Er þetta eitthvað lið sem getur klárað stóra titilinn? Já, það er stórt og spurt. Já, ég held það. Þeir getur alveg hafið tækifæri til þess að fara alla leið. Þeir mæta þá, það er ekkert komið í ljós hvernig þeir mæta. Já, svo ég get erfitt fyrir mig að spá í framhaldi en ég get alveg viss að þetta lið getur unnið öll önnur lið í seríu og það er ástæða fyrir að þeir lentu í öðru sæti í deildinni, voðalega vel þjálfaðir og skipulagðir, óeigingjarnir, láta boltann ganga rosalega vel, rosalega hittnir. Larry gjörsamlega stórkostlegur eins og við þekkjum og hann þarf nánast bara að kasta boltanum í átt á körfunni og þá fer hann ofan í. Bara gaman að fylgjast með þessu liði, þetta er svona lið sem maður myndi borga sig inn á til að horfa. Horfum svona á tímabili heild hjá Þór Akureyri. Erum við sáttir ert þú sáttur hvernig þróunin hefur á liðinu og gengið bara almennt? Kannski erfitt núna, akkurat eftir þetta svekkjandi 30 stiga tap, en kannski þegar framlíða stundir þá mun maður kannski horfa tilbaka til þessa tímabils bara nokkuð ánægður. Okkur var spáð 12. sæti. Ætli við séum ekki bara með lakasta fjármann af öllum liðum í deildinni. Við erum með óreindasta Íslendingahópinn og ég held að þetta sé kannski bara viðunandi árangur þegar við horfum í það. En við tókum bara þá æðruleysi alveg frá upphafi að fara í hvern einasta leik til þess að vinna. Ekki gefast upp fyrir neinum og það skilaði okkur 7. sæti, það skilaði okkur þessari úrslitakeppni, skilaði okkur sigri í úrslitakeppninni og 2 heimaleikjum hér. Svo kannski má segja það eftir einhver tíma að við verðum montnir með okkur. En svona að þér persónulega, fannst þér þetta gaman, þessi vetur? Þetta var áhugaverður vetur. Langur, erfiður, COVID-stopp, stutt á milli, lítið æft, kannski hittust á hverjum degi, en það var rosalega mikið skotið og labbaði gegnum hluti. Kannski minni ákjóð á æfingum en maður hefði kosið, en að öðru leyti bara mjög ánægð með þetta tímabil. Síðast við þennan leik sem ég langar að spyrja, það er svona umgerðin og allt í kringum þennan leik, mikil stemning, atriði fyrir leik, er gaman að upplifa þetta? Já, bara algjörlega og bara frábært að sjá áhorfendur mæta hér og fjölmenna í húsið og eins og ég segi bara, og sorglegt hvernig endaði svona. Og lokum við bara upp á framhaldi að gera, hvernig svona staðan á leikmannamálum, verða flestir þessum leikmannum áfram? Já, það eru þetta einhverju íslenski leikmenn spurningmerki, það voru náttúrulega 9 sem skrifuð undir daginn og kannski búin að festa svona flesta að þeirra. Varðandi erlendu leikmenn þá getur vel verið við hefum bara viðræði við og alla framhaldið og sjáum bara hvernig landið liggur og við erum þetta bara voðalega bara spenntir og ánægðir með þessa stráka. Þetta eru sannir atvinnumenn og
og hvort sem verða hjá okkur eða annar staðar út í heimi eða á Íslandi, þá bara óska ég þeim velfarnaðar í þeirra komandi verkefnum. Takk fyrir þetta, Bergi. Takk fyrir, takk Snæbjörn minn. Og ég nefnum að segja og takk fyrir ykkar framhaldsstrákar mínir hér á Þórsborg-TV, standið ykkur frábærlega, mæta inn á hvern einasta leik og gefa okkur svona góða umfjöllun bæði fyrir og eftir leiki. Þetta er algjörlega ómetanlegt og það er sjálfboðaliðin sem skiptir máli í öllum íþróttafélögum og það eru þið svo sannarlega strákar mínir, hjarta og sálu í þessu.